Krakkar, núna bara komið sumar og þá með ég endilega að fara út í garð og bara kattamatt og eitthvað. Þannig að gleðilegt sumar. Já, þetta Karlakúan, síðasti þáttur fyrir sumar. Þetta reyndar ekki þáttur. Þetta svona aukaþáttur. Ég ætla að reyna að hafa þetta styttra venjulega. En já, þetta mikið vesen sko. Það má vera mikið vesengangi með þættina. Við ætlum alltaf að gera 39 þætti sko. En núna, já, við ætlum alltaf að gera sko 40 þætti fyrir sumarfrí og í þáttunum sem komin 39 hefur að koma út. Tókum hann sko út upp fyrir 2 vikum, nú var bara komin í gær og ég ekki að hafa mikið tíma. Og allavega fyrir viku þá tókum við upp síðast þáttunum svo það var 40 og það var lengst þáttur Karlakúans sem við höfum gert með minni. Það var eitthvað, ég man ekki mikið fyrir að tala, ég man það var mikið þáttur. Þannig já, ég líkti Dóra síðan af við Sel og Úlfur gerði næststærstu mistök, önnur stærstu mistökin eftir að hann hringdi í geimstöðina. Hann gerir önnur stærstu mistökin í þessum hætti og við ætlum að klippa það í burtu. Það tengir selum, ég ætla ekki að segja meira. Við munum örugglega aldrei vita það. En já, þetta er leiðilegt að þetta kom aldrei út. Og jú, við kannski gerum hana þátt eitthvað tímann síðar. En alltaf þetta er bara svona sumar kvæðiþáttur. Ég ætla bara að þakka ykkur fyrir veturinn. Það var áhugaverður vetur. Fyrsti þáttur sem við gerum með vetur var þáttur 11 eða eitthvað. Já, þáttur 11 og nýjasti 39. Já, þetta var mjög skemmtilegur vetur og ég ætla að þakka fyrir þannig góða vetur. Og það 39 þætti sem var komið út af nokkrum þáttum. En það hefur verið betri að ná 40 en kemur 40 þátturinn einhvern tímann í sumar, seint í sumar kannski. Í enda þegar veturinn byrjar þá er þið örugglega vona nýjum þetta Karlakúan. En nú þetta svona bara staðan og við ákveðum að taka sumarfrí ár. Við tókum ekki sumarfrí fyrra vegna þess að við vorum nýbyrjaða þá. En jú síðan en já ég bara og núna er að koma sumar og þeir kannski að fara til Erlendis eða keyra landið. Það var kannski sniðugt að hafa bara Karlakúan í eyrunum og það er örugglega eitthvað sem 39 þáttum sko sem það ekki ennþá hlusta á. Já, ég bara vona og þú gleðilega sumar. En það er kannski ekki alveg að vita hvort þau koma aftur í haust. Það er verið að ræða það og við byrjum aftur eða við komum aftur í haust og það er verið að tala um það eða við munum byrja með nýttlaðarp sem er eitthvað annan Karlakúan. Þannig að við þurfum að ræða betur. En ég held að við fáum, ef að Karlakúan sé þetta, þá fáum við held ég eitt svona loka þátt. Ég tel það nokkuð örugt fyrst að þáttu 40 knýttist. En þetta er náttúrulega ekki fyrsta skipti sem ég hef týnt þáttum sko. Þetta er algjörlega mér að kenna. Ég byrja á bara þessu. En já, það var eitt þáttur sem við tókum upp sem að við hækkum borðið mjög hátt. Þannig að snúrarnir fóru sambandið, þá slökknaði þættinum. Þannig að það eittist, það voru alltaf búin að taka 30 mínútur. Það var eitt þáttur og síðan var lítið eftir að tímanum okkar í kompani og það tóku upp 10 mínútna þátt í restina. En hann týndist líka. Þannig að eða síðan var eitthvað tíman sem að þetta týndist í kerfinu aftur, það var enda með góð þáttur. Og nú líka síðustu vika þá týndist það líka kerfinum. Og já, það er alltaf leiðilegt þegar svona gerist sko.
En nú ég held vona bara að Karlakóin muni byrja aftur í haust í ágúst held ég. Mér finnst það nokkuð líklegt. En þangað til ætla ég bara að segja gleðar sumars. Njótið sumarfjans sem bestu getið og reyna að hlusta Karlakóin. Jú, ég spunakast, já, það kemur vondið spunakast, ég veit það ekki, í sumar geta verið. Þannig að, já, fylgist með spunakasti og bara, já, borðið kallmat. En aðna, ég ekki fyndin, en aðna, já, þannig að, já, líka fyrir ykkur, ég rosalega hást núna, þetta er 10 morgun sem þarna í kompunni, 1. Ég ætlaði að koma ekki til þess að leita þessum mætti, en það gekk ekki upp, þess að heyrði. Þannig bara takk fyrir samfélginu vetur. Ég vona að við munum hittast aftur í haust. Kannski undir nafni Karlakóin, kannski undir eitthvað öðru heiti. Það verður bara komið í ljós. En ég get að lofa okkur því að við erum ekki verið að hætta í hlaðarsonum. Það mun alltaf vera eitthvað. Þannig að jú, bara takk fyrir veturinn og bara gleðileg jól. Og bara gleðileg jól. Takk fyrir veturinn. Og munið að horfa á hlammavídeó í sumar. Takk fyrir okkur.